En hjá okkur sestur Þorsteinn Pálsson. Komdu sæll og blessaður. Þú nú mikla reynslu af svona löguðu og meðan að kannski margir eru búin að gleyma hvernig svona stjórnarmyndunar viðræður og hvernig allt þetta fer fram. En hvernig líst þér á þetta? Hvernig líst þér á þetta? Nú, mér líst nú ágætlega á það sem þetta fer nú fram af mikilli festu og það greinilega góð og skipuleg stjórn á þessu og mér sýnist að samtöl flokkana hafi gengið mjög örugglega og markvisst fyrir sig. Við höfum náttúrulega ekki málefnasamninginn í höndunum þannig að við getum ekki í sjálfum sér dæmt það hvers konar ríkisstjórn þetta verður fyrir við sjáum hann en þetta er ríkisstjórn sem hefur öflugan þingmeirihluta. Það sem skiptir kannski meira máli í því sambandi að hún hefur býsna breiða skírskotun út í samfélagið og það er henni kannski meiri styrkur þegar hún heldur af stað en sjálfur þingmeirihlutin. Það hafa sumir spáð í það hversu vel þessar stjórnarmyndunar hafi gengið. Þetta er ótrúlega skammur tími. Voru menn svona vel undirbúnir eða ber svona lítið í milli? Hvað heldur þú? Ég held að sé hvort tveggja. Það hefur auðvitað komið í ljós að það er ekkert himinn og haf sem hefur skilið þessa flokka að hugmyndafræðilega. Þannig að það er ekki mjög stórt bil að brúa og kosningabaráttan sýndi það. Ég held líka að menn hafi komið mjög vel undirbúnir. Þeir hafi vitað nákvæmlega hvað bar á milli varðandi einstaka flokka og menn þurfti ekki að fara í þá vinnu að það mat þegar að þessu kom. Menn hafa staðið klárar á því og sýnir einfaldlega að það er traust forysta og örugg stjórn. En eins og þú segir, það er ekki mjög stórt bil að brúa á milli þessara tveggja flokka. Hefur þú eitthvað svona séð fyrir þér hvers konar stjórn við munum fá út úr þessu og hvers konar áherslur verða mestar? Munum við sjá meiri einkarekstur í heilbrigðismálum, í menntamálum? Það er nú vont að dæma þetta fyrir við sjáum stjórnarsáttmálann. Þannig að hann verður spurning Þorsteinn hvort að við heyrum rétt aðeins í Geir Haarde. Það er ekki á morgun og ekki hinn. Já, það er eitthvað svoleiðis. Heldur verða að gera miklar breytingar á ráðherraliðinu? Það kemur allt í ljós. Fleiri konur en ein í stjórninni? Þú farið að sjá það eftir. Það er nefnilega það. Já, og Þorsteinn, það leiður hugan eiginlega að þessu ráðherravali. Það er svakalig pólitík í ráðherravali. Þetta hlýtur að vera eitt vandasamasta verkefni fyrir utan málefnasamningi sjálfan. Það er að velja hverjir verða ráðherrar. Já, þetta skiptir málefnasamningurinn og það sem ríkisstjórnin gerir efnislega, það er það sem skiptir máli. En auðvitað er hitt mjög þýðingar mikið að það veljist réttir menn í rétt ráðuneyti og það er mjög vandasamt og erfitt uppgjör fyrir flokksformenn að leggja þessar tillögur til. Það er að mörg að hyggja reynslu og þekkingu og stöðu innan viðkomandi flokks og ég hef nú ekki trú á öðru en að flokksformannunum muni takast það vel. Hvernig er þetta? Er ykkur regla á því hvernig menn hefð fyrir því hvernig menn tilkynna þingmönnum sínum hverju verður ráðherrar ekki? Er öllum tilkynnt þetta í einu? Er þetta tekið maður og mann? Eða vita þessir þingmenn að núna heldur að þeir verði ráðherrar eða ekki? Eða hvernig? Ég held að sé kannski engin ákveðin hefð í þessu. Ég man þegar að ég var í þessum sporum þá hringdi ég í þá menn sem ég ætlaði að gera tillögur skömmu fyrir þingflokksfund og sagði þeim að ég myndi gera þá tillögu. Það er eina sem ég veit, en það er langt síðan. Þannig að það er engin regla, það er engin hefð í þessu, það má gera þetta hvert? Það má gera það á hvern veg sem er. Þorsteinn, þetta er gríðarlega sterk ríkisstjórn sem er að fæðast þarna, sterkur meirihluti, eins og þú sagðir, það kannski ber ekkert mjög mikið í milli. Þegar við sjáum hana taka þessi fyrstu skref, með hvaða orðum fylgir henni svona af stað? Hvernig stjórn verður þetta? Ég trúi því að ef maður horfir á það sem þessi flokkar hafa verið að segja í kosningunum, þá trúi ég því að þessi stjórn muni standa fyrir áframhaldandi traust atvinnulíf og sókn í atvinnumálum og hún muni standa fyrir aðgerðir í velferðarmálum og jöfnuð í samfélaginu. Það er nú það sem maður hefur getað lesið út úr því sem flokkarnir hafa verið að segja fyrir kosningar og ég á von á því að þeir hafi reynt að vera trúir því sem þeir hafa sagt. Þetta er fjölmenn ríkisstjórn sem við komum inn á, stór og mikil og sterk. Er það endilega merki það að hún verði langlíf?
Eða ykkur hægt? Nei, það þarf í sjálfum sér ekkert að segja til um lífdaga stjórnar. Á þessu stíð auðvitað engin ástæða til að ætla annað en að þetta sé stjórn sem sitji út kjörtímabilið. Það kemur svo í ljós hvort að hún á möguleika á því að sitja enn lengur. Það kemur bara fram í starfi stjórnarinnar, hvort hún vinnur sér það traust í röðum stuðningsmanna beggja flokka og þjóðarinnar. Það kemur einfallega fram í starfinu. Hvernig hugnast þér þessi ákvörðun Samfylkingarinnar að hafa jafnt kynjahlutfall í ráðherraliðinu sínu? Nú auðvitað aðkoma flokkana svolítið misjöfn. Samfylkingin að koma inn í ríkisstjórn í fyrsta skipti. Sjálfstæðisflokkurinn búið að vera lengi í ríkisstjórn og innan hans raða eru menn sem eru búinir að vera ráðherrar, þannig að aðstaða flokksformannanna er ólíka þessu leyti. Samfylkingin hefur hennar dæmið svolítið opnara og formaður hennar hefur frjálsari hendur heldur en formaður í flokki sem með ráðherra í sínum röðum. En mér líst vel á þá ákvörðun og hún í mjög góðu samræmi við það sem formaður flokksins hefur predikað. Rétt svona lokum, Þorsteinn, viltu spá hverjir verða ráðherrar Sjálfstæðisflokksins? Nei, það ekki. Ekkert? Nei. Ef að veðja á að Geir verði forsætisráðherra? Ég veðja aldrei. Þorsteinn, takk kærlega fyrir komuna. Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins, vertu velkominn. Takk. Ámar Óskar til hamingju með nýja ríkisstjórn. Já, og ykkur sömuleiðis. Takk í lífmóði. Já, hvernig að standa nú utan við þetta allt? Horfa á þetta gerast svona, utan frá... Það allt í lagi ef að þeir sem eru á sviðinu standa sig almennilega, en það getur verið ergilegt að vera að klúðra öllu. Það líkur vel á mér í dag. Ætlar að veita þeim aðhald svona aðeins utan frá? Allir enni þín og svo sem. En hvernig ríkisstjórn verður þetta? Þessi ríkisstjórn? Já. Hún óhjákvæmileg, það nú aðalatriðið. Samfylkingin var náttúrulega stofnuð til þess að stefna að því að vera mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn, til þess að takast á við hann á jafnréttisgrundvelli það að veita ríkisstjórnum forystu. Það hefur ekki tekist hingað til. Ég held að sé maðurinn sem satt hérna á undan sem að sagði en henni hefur tekist annað sem hún ætlaði sér ekki. Og það að verða eins konar Framsóknarflokkur. Framsóknarflokkur í góðri merkingu þegar hann var stór og öflugur. Framsóknarflokkurinn var 24–28%. Hann var á öldin sem leið hinn valdaflokkurinn og hann var í þeirri stöðu í flokkakerfinu, fjórflokknum, að geta starfa til hægri og vinstri og gerði það eftir atvikum. Í þeirri stöðu Samfylkingin núna. Og þegar ég sagði að þessi ríkisstjórn væri óhjákvæmileg, það var það vegna þess að vinstri grænir klúðröðu eftir leiknum. Ég botni ekki upp eða niður í Steingrími sem mikil öndvegismadur og þraut reyndur. Allt sem hann sagði og gerði eftir kosningar virtist hafa þann tilgang að sparki Framsókn, liggjandi menn sem er ljótt og ekki sparki liggjandi menn. Og Framsókn lét blettast af svona fyrstu dagana og eftir að kosningaúrslitin hefði ekki skipt neinu máli, sem náttúrulega mikil misskilningur fyrir flokk sem var rassskelltur opinberlega í kosningunum. Þannig það var engin annar möguleiki þegar mann svona... Þetta er óhjákvæmileg ríkisstjórn. Já. Verður þetta, heldurðu, ríkisstjórn sem verður líka við eða stjórninni? Von ekki. Menn eru nú þegar byrjaðir að bera þetta tvennt saman? Já, sjálfsagt að bera það saman. En það er margt sem er ólíkt. Við eða stjórnin var mynduð eitt mál. Hún var mynduð að ná fram þingmeirihluta fyrir EES-samningnum, sem var stærsta málið í kosningabaráttunni aðdraganda hennar, 91. Og hún var mynduð vegna þess að samstarfsmenn mínir í vinstristjórninni, vinstristjórn Steingríms Hermannssonar þar á undan, sem var ágæt ríkisstjórn, undir góðri verkstjórn Steingríms, þeir fórheimskuðu sig á því og gerðu þau glöp að hlaupast frá EES-samningnum í kosningabaráttunni. Þannig ég hefði kosið að halda þeirri stjórn áfram, því ég ekki þeirra skoðunar og allra síst nú að vinstristjórn geti ekki stýrt málum og það jafnvel og jafnvel betur
heldur en einhver miðjumóðstjórn eða hægri stjórn. En því miður, samanburðurinn er þessi, Viðeyjarstjórnin var mynduð eitt stórt mál, þessi er það ekki. En samt eru stór mál í gangi, það er ESB, það er efnahagsstefnan eins og hún leggur sig. Já, sko, stóra málið í framtíðinni er auðvitað spurningin það hvort við ætlum að stíga skrefið til fulls. Við erum núna 2/3 hlutum meðlimir í Evrópusambandinu en án þess að hafa nokkur áhrif þar. Við erum ekki fullvalda ríki í þeim skilningi. Spurningin er hvenær við ætlum að stíga það skref til fulls. Það gerist þegar að forsvarsmenn atvinnulífsins á Íslandi, sem að flestir tilheyra íhaldinu, hafa gert það mál upp í sig. Þeir eru nú þegar flestir orðnir Evrópusinnar, það er meiri hluti í framvarðarsveit atvinnulífsins og fjármálalífsins, en það tekur tíma fyrir Sjálfstæðisflokkinn að skipta vers. Það mun ekki gerast meira, held ég, og þessu kjörtímabili heldur en aðdragandinn að því. Þess vegna held ég að þetta veri 2 kjörtímabila stjórn. Já, þú heldur að það verði? Já, ég held það. Það þarf eitthvað meira hátt og klúður til. Munið það að sko, samstjórnir Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, þær byrja sko í milli 60 og 70% fylgi og það tók sem sé 12 ára að hjakka þessu niður í 50. Það þarf að halda mjög vel á spiðorum að hálfu stjórnarandstöðuna núna, sem byrjar nú feril sinn lemstruð að skera to cut those guys down to size. Vilt þú spá ykkur ráðherraskipan? Hvar heldur að við munum sjá Ingibjörgu Sólrúnu? Hún verður utanríkisráðherra. Alveg klár því? Þið fyrst ekki mér fréttum? Jú, það var óstaðfestar heimildir. Hvað heldur Össulendi? Menn að nefna landbúnaðarráðuneyti? Það er fínn í því. Já, það væri nú flott, en það verður nú ekki svo. Þetta formúlan er svona, þetta eru 3 lög af ráðuneytum, það eru forystu og efnahagsstjórnar, það eru eiginlega forysturáðuneytin, efnahags- og atvinnuvegaráðuneytin og svo félagsmálaráðuneytin. Og stærri flokkurinn hefur valið forsætisráðherrann, já, þá á hinn formaðurinn val. Það lá ekkert í augum uppi að Ingibjörg, það verið skynsamlegt fyrir hann að verða utanríkisráðherra. Það var í mínum tilvikum mjög skynsamlegt vegna þess að þá var þetta stóra mál sem ríkisstjórnin var mynduð og það var þaðan úr utanríkisráðuneytinu þá sem var verið að breyta þjóðfélaginu. Forsætisráðuneyti var bara að fást við innanlandsmálefni. En þú heldur að þú munir samt fara þangað? Já. Nú síðan verður þeir skipta, það er alveg lykilatriði fyrir þessa ríkisstjórn hver verður í fjármálaráðuneytinu. Vegna þess að þegar menn segja, það er erfið tíma framundan, það verður halli á ríkissjóði strax á næsta ári og það verður áhættusigling framundan í efnahagsmálum vegna þess að við höfum gert mjög alvarleg mistök, þessi fráfarandi ríkisstjórn gerði það. Þannig að það þarf að öflugan mann í fjármálaráðuneytinu. Það skiptir sköpum fyrir það hversu farsælt. Hver verður í fjármálaráðuneytinu? Ég þori ekki að fullyrða það. Myndirðu giska? Gíska? Ég hefði lagt til að þeir hefðu sótt Jón Sigurðsson til þess að gefa ríkisstjórninni kjölfestu af fagmann í staðin fyrir amatöri. Það dugar ekki að hafa dýralækni í fjármálaráðuneytinu. Ég var held áfram að spána. Já, rétt aðeins. Hvar heldur Össulendi? Býttu, já. Þetta reikna? Iðnaðar viðskipta? Iðnaðar eða viðskipta? Landbúnaðar, sjávarútvegs? Hann er þungavíktarmaðurinn, hans næsta val verður eitthvað af atvinnuvega ráðuneytunum, já. Og það var nú alltaf minn draumur að vera landbúnaðarráðherra, þjóðin var nú ekki alveg tilbúin til það. Ég ætla með þetta í iðnaðar viðskipta, ég teki eða fjármála, annarkvort. Er tími Jóhannu Sigurðardóttur kominn? Loksins. Hún fekk sinn tíma, hún var 8 ári ríkisstjórn og að mínu frumkvæði og á mínu ábyrgð, blessunin. Kvennakvótinn þýðir það, skiptingin, helmingaskiptin. Er það nú eitthvað kvennakvóti, er þetta ekki kynjakvóti? Kynjakvóti, já. Það var rétt orðað. Fyrirgefðu, já, þakka fyrir leiðitum. Allt áfram. Það er ekki þar með óhugvæmlegt. Sko, en það er merkilegt, auðvitað er það góð regla sem að Gro Harlem innleiddi fyrst, sko, að þá að vera jafnræði með konum og körlum í stjórnmálum. Í ríkisstjórn, það er fínt, það er gott. Það er nóg að hæfileika konum til meðal Íslendinga, þeir eru ekki allir á þingi því miður. Nú, en Samfylkingin er með afskaplega fáar konur í þingflokknum og það eru allar á Suðvesturhorninu og af því að ég er nú fagmaður í þessu, sko, þá þegar þú ert að púsla svona ráðherrum, þú verður að fara eitthvað eftir hæfileikum, hvern þýðir að setja í fjármálaráðuneyti,
þú verður að taka mark á kosningum, hver leiddi flokkin til sigurs í hvaða kjördæmi. Þú átt auðvitað að taka eitthvað tillit til þessa stóra lands. Við Vestfirðingar til dæmis, það sem allt í hruni komið eftir fráfarandi stjórn, eigum við ekki að hafa nein áhrif. Við eigum auðvitað að stýra mikilvægum málum og þannig að þetta erfitt sko, ef grundvallarreglin bara svo jöfnskipti milli kynja, ef það ekki endurspeglað í þingflokkum sjálfum. Þess vegna eiga menn að gera það þegar þeir raða upp til frambóða. Það á að vera fléttulista og ég styð það. Það er bara það. Jón Baldvin, takk hérlega fyrir komuna. Takk hérlega fyrir. Sko, maður verður alltaf að læra fortíðinni. Guðni T. Jónasson, sakfræðingur, ertu velkominn. Takk. Eigum við að setja þetta í sakfræðilegt samhengi? Já, val þá á ráðherrum. Já, það hefur hafi verið erfitt stundum og valdið pirringi innan flokkana þegar við þurft að velja fáa úr hópi margra til þess að gegna ráðherraembættum. Já, þannig að það er ekki allir kátir frá fundinum í kvöld? Nei, ég held ekki og það dæmi þess í Sjálfstæðisflokknum auðvitað á 7. og 8. áratugnum. Þá var kosið til dæmis 83, þá voru 15 þingmenn í kjöri og það dró dilk á eftir sér þegar það var 78 þegar kratar þurftu að velja ráðherra. Vilmundur Heitinn Gylfason hefði átt að verða dómsmálaráðherra, hefði kratar fengið ráða, Framsókn barði í borðið þá og sagði að þessi maður verður alls ekki ráðherra, þannig að það hefur jafnvel þess að verið dæmi að aðrir flokkar hafa haft eitthvað að segja í þessum málum, þannig að það eru margar spennandi sögur úr fortíðinni þegar kemur að vala á ráðherrum, get ég sagt ykkur. En ef við skoðum þessa ríkisstjórn, það alltaf, Samfylkingin hefur ekki áður verið í ríkisstjórn, þannig að það er kannski erfitt að dæma út frá sögunni, en næsta samlíking eiginlega viðeyjarstjórnin. Er þetta ný viðeyjarstjórn, sýnist þér það? Nei, ég held að það sé rétt sem Jón Baldvin minntist á áðan að sú stjórn hafði þó það stóra markmið að ganga frá samningum Evrópska efnahagssvæðið. Þessi stjórn hefur ekki svona eitt stórt mál á því taginu, nema náttúrulega Evrópumálin fara að dúkka upp núna þegar líður á kjörtímabilið og þurfa að taka afstöðu til þess. En þá voru það mikið mál og vandasamt fyrir stjórnina að taka á því. Þannig að ég held að eina samlíkingin í raun og veru sé svo að þarna eru Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin, arftaki Alþýðuflokksins að nokkru leyti að vinna núna saman á nýjan leik. Það er það eina sem þessar stjórnir tvær eiga sameiginlegt kannski? Svona finnst mér það fyrsta kastið. Já, og eitthvað sameiginlegt fólk líka? Jú, Jóhanna og þannig að það eru auðvitað fólk í þessum flokkum sem vill vinna saman, en það er líka fólk í þessum flokkum sem hefur ekki sérstaklega áhuga að vinna saman. En aftur í sakfræðina, er þetta mesti meirihluti sem við höfum séð í ríkisstjórn? Hann er með þeim meiri, þetta held ég að það megi fullyrða, þetta er einn mesti meirihlutin, en ég bara þori ekki akkurat núna að negla þið niður hvort þetta er sá stærsti. Ég man það ekki og verði að fara varlega í að fullyrðum það. Það er kannski ekki skynsamlegt að spyrja sagnfræðing um framtíðina, en það er þó aldrei að vita hvað maður getur lært af fortíðinni þegar maður er að skoða framtíðina. Jón Baldvin spáði þessari ríkisstjórn 2 kjörtímabilum. Hvað heldur að... Segir sagnfræðin okkur eitthvað þarna? Já, hvað segir sagnfræðin okkur? Sagnfræðin segir okkur það að forveri Samfylkingar, Alþýðuflokkur, var í stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokk 91-95, 1 kjörtímabil og svo 3 kjörtímabil 59 til 71. Þannig að ég ætla að spá því að þetta var annað 1 eða 3, ekki 2 eins og Jón sagði. Já, flott. Þetta eru skemmtilega lokaorð. Já, takk fyrir komuna.